verður svo ánægð. En skrítið, ég hélt ég hefði sett hann. Mólekúlvísindi. Jæja. Henni líkar hann ekki. Henni líkar hann ekki. Jæja, svona. Líkar hann ekki. Jæja, þetta fyrirbæri virðist virka. Henni líkar hann. Vertu nú róleg, Helena. En hættilega. Gamli óskapbrunnurinn. Já, slakaðu á og njóttu útsýnisins. Þetta áttur að virka vel. Fílóstratus, hvar hann? Góðan dag, Helena prinsessa. Hvar Óði uppfinningamaðurinn? Vonandi ertu ekki að tala föður þinn. Nei, Lýsander! Ungi aðstofamaðurinn með hans hátign hertoganum. Hann má éta þessa uppfinningu. Fyrst stólinn, stjórntækin og svo armana. Sú veisla verður víst að bíða, ungfrú. Nei, ekki aftur, nei. Hægt og rólega, ennþá hægar. Svona já. Jæja, félagar, 10 skildingafær sá sem getur sagt hvað þetta er. Hver veit það? Kannski veit hertoginn það ekki sjálfur. Ég veit það. Eitthvað til að þurrka blóm, eða kannski til að þurrka fisk. Ég held að heilin á þessi þurr. Ég vona bara að það haldist uppi. Svona. Rólega já. Hægt og rólega. Mjög gott. Góðan dag, Helena. Hertoginn hefur sannarlega hannað stórverki í þetta sinna. Lýsander, drengur minn, láttu nú síðasta hlutan síga varlega. Halló, Helena! Sjáðu mig! Pabbi! En núna? Hengdu þetta varlega beint í miðju keðjuna. Einmitt, já. Nú hefur okkur tekist það. Takk fyrir. Vertu kyrr, Lýsander. Nei. Þetta til að þurrka kúlur. Pabbi! Nei! Pabbi!
Jæja, einn staur stóð þó eftir uppi. Varið ykkur! Loksins hef ég fundið lausnina. Þetta skildi ekki standa aðeins lengur til að næðist að taka af því mynd. Já, það tókst næstum. Að drefa ykkur, já. Hérna, þú skildir þetta eftir. Ó, takk vinnan. En mín? Jæja, ég let senda hana heim til þín og ef þú fer núna, þá gæturðu náð fyrir myrkur. Það er að segja ef þú dettur ekki á leiðinni. Nú hefurðu gengið of langt. Einhver hefði getað dáið. En elsku vina... Pabbi, þetta er þér fyrir bestu. Ég vil ekki missa þig. Hvítu engu, prinsessa. Ég gæti hans. Þú, hringið á sjúkrabíl. Þú hlýtur að hafa dottið á höfuðið. Hæ? Vertu sæl. Hvað áttu við? Henni virðist ekkert líka mjög vel við þig. Er þetta... Já, önnur teikning. Það er ekkert viti að hætta núna. Þegar það verður tilbúið, þá verður Helena glöð og stolt. Og þá verður nú kannski sátt við mig. Spennandi bók. Sæll, Demetrius. Ó, leyfðu mér. Veistu, ég er að hugsa að stofna fjárfestingareikning fyrir börn og ungt fólk. Ég á enga peninga til að fjárfesta. Ó, nei. Það snýst ekki um það. Ekki ennþá. Ég er að leita að einhverjum til kynningar. Einhverja þekkta persónu sem geislar af skynsemi, hyggjuviti og fegurð. Ég því miður þekkingast líka. Hugsaðu málið og taktu þér tíma. Reyndar kom ég til að hitta föður þinn. Bað hann þig að koma? Já. Hann veitir mér áheyrn núna á eftir. Önnur vonlaus bygging. Hann verður að hætta þessu. Vilt þú hjálpa mér? Ég fæ hann ekki til að sjá að sér, en kannski hann hlusti á þig. Traust þitt heiðrar mig, Helena. Ég skal gera mitt besta. Takk, Demetrius. Ég er þér ávallt til reiðu. Hvers sem þú þarfnast. Heyrðu, félagar, allir, komið í, sjáu þið hvað þetta er fínt. Bjóstu þetta til sjálfur? Já, og það verður auðvelt að búa til fleiri. En bíðið, þið hafi ekki séð það besta. Hefðu mér að prófa. Þetta er góður minjagripur. Til minningar ónýrju. Ég skil ekki af hverju hann byggir alltaf þessar fáránlegu byggingar. Hann er listamaður. Þetta eru ekki byggingar ennþá, heldur líkon af framtíðamannvirkjum. Að hugsa sér. Þessar byggingar verða einstakar. Hertoginn vill líkja eftir lifandi veru með húð úr gleri og bein úr stáli. Risa skordýri? Haltu við, ég skal útskýra. Veggirnir verða að hafa hliðarvangi til stuðnings svipað á hækjur. Án þeirra geti mannvirki hrunið. Og þá náttúrulega... Já, við vitum allt hvað geti gerst. En pabbi þinn vill losna við vangina og láta allt smella saman án hvasstara horna eins og í lifandi veru. Þetta er algjör snilld! Þetta er fáránlega heimskulegt. Heyrðu, Helena! Helena! Góða kvöldið, ungfrú. Faðir þinn er á fundi með Demetriusi.
Vantar þig eitthvað, prinsessa? Nei. Eða mjólkurglas. Komin í mínus? Ég skil þetta ekki, Demetrius. Þú sagði mér. Ég óttast að byggingarkostnaðurinn hafi farið langt fram úr áætlun. Já, ég veit, en... Með fullri virðingu fyrir yður, þá hefur bankinn lagt fram mikið fjármagn sem ekki eru ábyrgðir fyrir. Ef þið viljið semja meira fjármagn, þá verður einhver áræðanlegur að ábyrgjast það. Ábyrgðamaður? Má bjóða þér köku með mjólkinni? Nei. Mér langar að segja þér sög af Walter McKilligan, ungfrú mín. Hann hafði þjón sem hét James og var duglegur, vandvirkur en svolítið hnýsinn. Er þér með? Já. Þér þurfið engu að kvíða. Ég skal sjálfur ganga í ábyrgð fyrir framkvæmdinni þar. Þú? Þér getið ekki hætt þegar markinu næstum náð. Og í staðinn, hvað get ég boðið þér? Við skulum kalla það hagsmunaskipti. Ef þér lofið mér hönd dótturinnar... Hvað þá? Ef ég giftist Helenu prinsessu, þá get ég veitt yður fulla ábyrgð. Ekki bara sem bankastjóri heldur líka sem einn af erfingjum krúnunar. Demetrius, býstu við því að ég gefi þér dóttur mína í viðskiptasamningi? Ég sé að þér skiljið mig, yðar hátign. En þú elskar hann ekki? En hjá mér mun hana ekkert skorta. Ekki hana. Hún er það eina sem ég á. Og svona fór illa fyrir James að lokum. Og þetta var mjög ánægjulegt spjall, ungfrú. Afsakið, en nú verð ég að halda áfram með skyldustörfin. Varið þið að beygja þér ekki of lágt. Munið eftir James. Já. Hvernig vogar þér að gefa í skyn að ég... Ekkert í skyn. Draumar yðar eru dýrir. Gjörðu svo vel að yfirgefa þetta hús. Þjónustu þinnar er ekki óskað fram. Róið yður, hertogi. Þér eruð ekkit unglamb. Helena. Þetta er allt í lagi. Ég veit að þú gerði þitt besta. Þú veist hvernig hann er. Sæll, pabbi minn. Helena, það er gott að þú ert komin. Ég þarf að segja þér nokkuð mikilvægt. Ég þarf líka að segja þér svolítið. Nei, en fallegt. Þetta er ekki þér til heiðurs. Það er hlegið að þér. Það skilur enginn hvað þú ert að byggja. Og það er ósköp eðlilegt. Ég skil það ekki heldur. Jæja. Ég er dóttir þín og ég elska þig og þess vegna bið ég þig um að hætta þessum einskis nýtudraumurum. Ef ekki fyrir þegna þína, gerðu það þá fyrir mig. Satt segiru, dóttir góð. Það er verk að vinna í óneríi og við ættum að sýna gott fordæmi og... Sagður já? En hvað ætlar þú að segja? Ekkert merkilegt. Vilt ekki fara á athuga hvort kvöldmaturinn sé tilbúinn? Sá blær sem kom og fór bærði hjá mér sára minningu þig. Mínir draumar fyrir býr og ekki meir. Sá tími horfið hefur mér, Títanía töfrar mig. Öll þeir leyndarmál og draumar sem ég geymdi fyrir þig. Óskin eilíf áfram lifir, ljúfsár minning er. Þau mjúku álög fanga mig stund, því gælið þið við mig. Arma ljóðin til mín berast og ég minnist þeirra vel. Þessir dísa söngvar ljúfir, segða mig, töfra mig, heilla mig, tæla mig.
dýr. Draumablærin ástkær sem ég forðum fann. Til himna þess ég bið að bara í dag mér storminn góða senda mig. Títanía töfrar mig, öll þeir leyndarmál og draumar sem ég geymdi fyrir þig, óskin eilíf áfram lifir. Heyrðu pabbi, sjáðu hvað ég kom með. Ættum við ekki að byrja aftur á mannvirkinu? Ég get hjálpað þér að byggja það. Hver er þetta? Títanía, gömul vinkona. Hún er mjög falleg. Á ekki að láta senda eftir henni? Ég hef afneitað draumum mínum, Títanía. Pabbi, ég er ekki Títanía. Þetta er ég, Helena. Helena, ekki sóa lífið þínu í ómögulega drauma. Lofaðu mig því, dóttir. En pabbi minn... Helena, óvænt ánægja. Hvað er að frétta þér, Sefi? En komdu inn og fáðu sæti. Ég þarf að hjálpa þín að halda. Þekkirðu þessa konu? Faðir minn kallar hana Títaníu. Bíddu.